Nú kominn páskadagur og sólin gægist undan fjöllum. Flest fólk fer nú í messu í nafni hins almáttuga, en ekki allir á því. Sumir látnir vinna á páskadag. Það þykir þeim afar leiðilegt. En einn ungur maður sem ber heitið Óli lætur sig dreyma og horfir í spegilinn. Þetta fjölskylda sem neitar að fara í kirkju. Þau vilja bara safna hári og hlusta á Bítlana. Þau vilja frekar horfa út gluggann til að fylgjast með, ef eitthvað. En hann Óli myndi gera margt til þess að fá að fara í messu. Hann elskar kirkjutónlist. Hann elskar hversu hátíðlegt það í kirkjunni. En á meðan þessir einstaklingar skiptast á skoðunum, eru tvær systur sem ætla sér að ræna því sem kirkjan hefur safnað. Þær hugsa sig og eru kvíðnar en nokkru sinni fyrr. Þær sjá út undan sér að það sé verið að bera kistuna í kirkjuna. Þeim líður illa og það er hætta við. Þær muna hvernig það var þegar móðir þeirra var grafin. Móðir þeirra átti það til að segja að ef ekki væri búið rúmið, yrðu páskarnir ekki jafn hátíðlegir. Ef ekki búið rúmið, páskandinn rennur eigi flas. Hann á sér engan stað. Það á að gefa gjafir og gleðast af páskunum, hjálpast að og sýna kærleika.